Ég veit ekki hvort þið hafið tekið eftir því en það mjög algengt að Guð gerir þetta svona eins og hann gerði í dag. Ekki það að ég hafi rætt við Sibbu eitthvað sérstaklega eða Rabba eða stelpurnar eða hljómsveitina hvað við ætlum að gera í dag. En Guð, hann hljómsveitarstjóri af bestu gerð og hæstu gráðu og hann setur þetta allt einhvern veginn saman og það búið að koma nokkur sinnum fram í dag og vitnisburðin kraftaverkin og það lækninguna styður við það og það þetta með loforð Guðs. Ég veit ekki hvort þið áttu ykkur á því að loforð Guðs eru æðimörg og þið getið rannsakað loforð Guðs í ritningunum, í biblíunni og þar hægt að finna þau og stundum komið oft fyrir oftar en einu sinni og svo hann segir á einu stað að öll loforð Guðs eru já og amen. Með öðrum orðum, allt sem Guð hefur lofað já og amen. Amen stýðir svo sannarlega að þannig mun að verða. Með öðrum orðum, allt sem hann hefur sagt að hann muni gera, það stendur hann við. Og fyrir þitt líf og fyrir mitt líf og eins og við heyrðum vitnisburðin áðan og Sibba kom inn á þetta að með börnin þeirra, alla og hennar að þegar einhver í gangi í líf okkar og við getum fundið lausn í loforðum Drottins þá getum við byggt okkar traust á því að hann mun vel fyrir sjá. Hann mun standa við sín loforð. Og þetta nokkuð sem að okkur lærist að treysta. Þetta eins og að ganga út á vatnið aftur og aftur. Og mun eftir Pétri hann steig út úr bátnum, hann byrjaði að sökkva eftir smástund. Fyrst gekk hann. Hvenær gekk hann? Þegar með sjónir sínar á Jesú. Svo sá hann öldurnar. Þá sökk hann. Þetta alveg klassist fyrir okkur. Við erum ofta að horfa á öldurnar. Frekar á þann sem stillir vatnið og hjálpar okkur að ganga. Og við þurfum að festa sjónar okkar á honum. Hann höfundur og fullkomnari trúar okkar. Hann ekki bara hefur byrjað góða lífið í þér, hann mun líka klára það. Þannig að það ekki þannig að þegar við gefum líf okkar Guði og ef að segja að hann finnur okkur að þá sé allt lífið, allt í einu orðið, allt öðruvísi, jú það ekki rétt yfir, auðvitað allt öðruvísi heldur að var, en það ekki allt búið, gangan eftir. Svo sannarlega allt breytt, við erum ný sköpun. Ég man eftir þegar ég eignast þetta lífið, það var bara, ég man þegar ég var í menntaskóla, síðasta ári í menntaskóla og þetta var kvöld, ég get sagt ykkur að það var 9. desember klukkan 9:30 kvöld sem þetta gerðist. Og daginn eftir, svo fer ég heim að sofa og alltaf aldrei náttúrulega geta sofnað. En þegar ég vakna daginn eftir örstundasvefn, þá bara var ég eins og fjöður upp. Vá, það allt öðruvísi í dag. Ég var bara að fara í skólann, En lífið hafði breyst. Lífið hafði breyst. Og þetta þannig með okkur. Síðan það þessi hlutir í lífinu okkar þegar gangan byrjar. Og það það sem ég langar aðeins að tala í dag, bara örstutt, held ég. Það þessi hlutir sem við erum að ganga í gegnum, af því að við hugsum kannski, já, svona loforð Drottins, en ég skal segja þér að Halldór minn, ég hef oft beðið Guð alls konar hluti og þeir bara koma ekki neitt. Það bara gerist ekkert. Stundum gerist það eftir dúk og disk og stundum gerist það bara alls ekki. Og það sem við þurfum að skoða þá var því lofað. Þú þarft að komast að var því lofað. Því að hvað gerum við annars vegar þegar seinagangur virðist í Guði? Hvað skoðan seinagangur í dag, Drottinn? Lætur mig bíða og bíða. Gerir þetta engin mannleg vera en þú lætur mig bíða. Þetta bara dónaskapur. Hvað gerum við þá? Ég veit að ég ekki svo eini sem vil lenda í því.
Og svo beið og ég beið og svo bíður maður og bíður og það virðist ekkert gerast. Hvernig geturðu hvílt í trausti og hvíld á því augnabliki? Við langar aðeins að tala um þetta, okkar viðbrögð því. Svo hitt sem ég er ennþá verra. Hvað gerirðu þegar bara kemur ekkert svar? Hvorki fyrir né síðar. Og ég veit líka, ég er ekki eini maðurinn sem er enn að bíða eftir og ég er ekkert viss að komi bæra svar við því. Hvernig tek ég á því? Hvernig þroskast ég á göngunum minni? Hver eru viðbrögð mín á því augnabliki sem ég er að uppgöta fyrir mér að, heyrðu, það er ekkert víst að þetta gerist. Og þá kemur spurningin, vildi Guð ekki svara því? Eða er svarið hans kannski að gera þetta ekki? Er kannski stundum gott fyrir okkur og það besta fyrir okkur að einhvað gerist ekki sem við erum að biðja um? Og nú er ég ekki að tala um lofur, ég er ekki að tala um, þú veist, eins og sjúkdóma og ég er ekki að tala um þessar stóru hluti sem Drottinn hefur gefið okkur lofur og viljir fyrir. Ég tala um í lífinu, þú og ég á göngunni okkar. Þegar við erum að biðja Guð um eitthvað sem að við teljum okkur absolutt þurfa. Bara ég verð, Drottinn minn, að fá þetta svona. Ég verð að eignast þessa konu fyrir maka eða þennan mann. Þú veist, annars er þetta bara glata, Drottinn minn. Ég trúi þú hefur gefið mér þetta bara svona. Þú veist, ok. Hvað gerum við? Það taka fyrir hlutan. Sem sagt, hvað gerum við ef það seinkar? Og síðan hvað gerist ef það er ekkert? Þið kannast við þessa sögur sem ég ætla að lesa núna í bænum Betaníu. Bjuggu 3 systkini. Já, fullt af fólki sem bjóðar, en þar með 3 systkini. Marta, María og Lazarus. Þau voru góðir vinir Jesú. Og þegar Jesú er í Jerúsalem þá gist hann hjá þeim. Þetta var rétt fyrir utan Jerúsalem, hér Betaníu. Heitir í dag Al-Asaria, held ég að sé á arabísku, er á Vesturbakkanum og er bara í göngufæri frá miðborginni, það er röltað niður og þessi bær er ennþá til staðar. Núna heitir hann hins vegar staður Lazarusar. Það er þýðingin á arabískunni. Það sem Lazarus var, það sem gröfina sér og svo framvegis og þetta er helgur staður á Vesturbakkanum. Eigum að lesa? Ég ætla að lesa þetta allt. Getur vel við stoppa ykkur pínlítið, þetta er smá lesning. Þetta er bara merkileg saga. Þið þekki hana mörg hver, en þið sem þekki hana, við rifjum hana þá bara upp og sjáum hvað Drottinn hefur að kenna okkur í þessu. Maður sá var sjúkur er Lazarus hét frá Betaníu, þorpi Maríu og Mörtu systur hennar. María var sú smurði Drottins mistum og þerraði fætur hans með hári sínu. Bróðir hennar Lazarus var sjúkur. Nú gjörðu systurnar Jesú orðsendingu, Herra, sá sem þú elskar er sjúkur. Vá. Ok, hann er vinur þeirra. Jesús er ekki á staðnum. Hann er eitthvað stað fjarri. Hann er allavega 2 dagleið í burtu. En hann fær skilaboð frá sendiboða. Sá sem þú elskar er sjúkur. Hann er svo sjúkur, hann gæti dáið Jesús. Þetta eru skilaboðin. Höfund í huga, sá sem þú elskar. Þegar hvað gerum við? Þegar við fáum ekki eða þurfum að bíða. Förum við þá að efast að hann elski. Á hverju er þetta að láta mig bíða, Drottinn? Elskar mig ekki? Ég er að bíða eftir lofurðinni í þínu. Elskar mig þá ekki? Fyrst það kemur ekki. Það hefur ekkert með það að gera. Jesús elskaði Mörtu, systur hennar Maríu og Lazarus og þegar hann fréttar hann Lazarus var veikur, hlustu hvað hann gerir. Hann segir Jesús. Þegar hann fréttar hann var veikur var hann samt kyrrt á sama stað í 2 daga. Hann er ekki að flýta sér. Bara, ok, þetta er allt í lagi. Bíðum. Já, en Jesús, hann er að deyja. Ertu ekki að koma? Nei, ég ætla að tala við strákana hérna og
hitta annað fólk og svona. Já, hann að deyja. Hversu oft hefur þú ekki verið þeim kringstöðum þar sem þetta bara skiptir lífi þínu miklu máli? Að einhver komi, eitthvað svar frá Guði, eitthvað skýrleiki, eitthvað lækning, eitthvað lausn og þú ert enn að bíða. Og hann situr bara kyrr. Hann var samt kyrrt að 2 dögum liðnum frá því hann fekk skilaboðin. Sagði hann við lærisveina sína, jæja, nú förum við. Lærisveinarnir sögðu við að hann ætlar að fara hann upp yfir. Þú veist að nýlega voru gyðingar búin að koma og grýta þig og ætlar að fara þarna aftur. Þannig að þetta var ekkert mjög vingjarnlegur staður við Jesú þarna nálægt Jerúsalem. Eins og þið vitið, þar voru höfuðstöðvar trúrækninnar. Og Jesús svaraði þess á snilldar háttum að hann hefði ljósið og ljósið var í honum og sá sem gengi ljósinu, hann myndi ekki hrasa, þess var í myrkrinu, þeir þurftu óttast en ekki hann. Ok? Þetta var svona umorðað. Og svo segir hann, Lazarus vinur okkar sofnaður. Nú fer ég að vekja hann. Þá segðu lærisveinar hans, Herra, ef hann sofnaður, þá batnar honum, þá þarf ekki að fara. Ef hann bara sofnaður. En Jesús var að tala dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þetta gaman að lesa Biblíuna, þetta bara eðlilegt líf og hlustið á strákana. Þetta nákvæmlega sem við myndum segja. Ef hann sofnað bara, þá bara vaknar hann. Héldum hann var að tala venjulegan svefn. Jesús sagði þá bara, þið ekki að ná þessu, hann dáinn. Lazarus dáinn. Og svo segir þess að skrýtnu setningu. Og ykkar vegna, þá fagna ég því. Hver þessi náungi? Ykkar vegna fagna ég því að ég var ekki til staðar til að gera hann heilan. Þeir vissu að hann gæti gert hann heilan. En ykkar vegna og fólksins vegna fagna ég því að ég var ekki til staðar. En nú skulum við fara, strákar. Hættum þessu, förum. Það kemur snillingurinn Tómas. Lesum Tómas í Biblíunni. Hann var með alls konar svona skemmtilega setningar. Ég trú ekki nema ég fá að sjá, bara naglaförin. Og annað var, hvert þetta fara? Við vitum ekkert hvert þetta fara. Á hverju segir þessu gott á sér þetta fara? Allar þessi pælingar hjá Tómasi. Svo segir hann núna, við skulum fara líka með honum strákar og deyja. Ég sé alveg fyrir mér, þetta svona að segja. Þeir eru búin að segja, Jesús segja, ok, hættum þessu, ég er farin allir að koma með. Og svo heyrir hann Tómas segja þetta. Og hann stoppar í eitt augnablik og segja, Tómas, já. Hann var ekkert ávitan þetta, ég er alveg viss hann bara, einu sinni. He doesn't have a clue. Hann veit ekkert út af hvað þetta gengur. Hann er bara, við vorum að deyja. Erum við aldrei svona? Er það bara jú, við erum blóð svona. Hvað meinar það, Jesús? Við bara vitum ekkert í okkar litla haus oft hvað hann er að gera. Þess vegna er svo mikilvægt, elsku vinir, að staldra við, róa sig, ná hvíld, ná frið og hlusta. Litla röddin innra með þér talar. Við erum alltaf að bíða eftir, svo segir drottinn, svo skrifar hann eitthvað í skýin. Og hann er bara voða lítið í þeim business í dag. Hann er ekkert voða mikið í því. Við erum að læra að hlusta. Og þegar þeir komu, þá var þess vís að Lazarus hefði verið 4 daga í gröfinni, það passar. Og það var lasinn, það var fyrir 2 dögum, svo dvaldist hann í 2 daga yfirbúð. Hann hefði dáið bara rétt eftir að skilaboðin komu og hann var lagður í gröfina. Betania nálægt Jerúsalem, undanbil 15 skeiðrúm. Margir gyðingar voru komnir til Mörtu til að hugga þær og Maríu til að hugga þær eftir bróðurmissin. Þegar Marta frétti að Jesús var að koma, fór hún á móti honum. María satt heima og Marta sagði við Jesú, Herra minn, ef þú hefðir verið hérna, þá væri bróðir minn ekki dáinn. Þetta er náttúrulega að segja við aldrei. Ok,
Það fullt af fólki sem segir, kannski ekki þið, fullt af fólki sem segir, Drottinn, hefur bara gert þetta, sko. Hefur bara gert þetta, þá verður lífið miklu betra. Þú veist, við erum ekkert alltaf að berjast við það að deyja eða ekki deyja eða einhver deyja eða kringum okkur og fá lækningu á honum. Stundum erum við að berjast við það, eins og þau voru að gera þarna. Okkar setning við, Drottinn minn, hefur bara gert þetta fyrir mig, þá hefði ég ekki mist þessa vinnu. Drottinn minn, hefur bara gert, nú skil ég ekki á hvort að gera þetta hérna. Þú veist, ég fékk ekki þessa stöðu. Drottinn minn, svo kemur allur pakkinn og þetta svona bara litli hlutir með við lífið sjálft. En við erum vola kurteis samt. Hefur bara, svo bætir Marta við. En ég veit að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður honum. Jesús sagði við hana, bróðir þinn mun rísa upp. Og Marta segi, já, ég veit alltaf, á efsta degi mun hann rísa upp eins og allir aðrir. En hvað núna, Jesús? Já, hann mun rísa upp. Ég uppreisnin á lífið, svo sem trúir á mig, mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Ef þetta ekki góða frétt fyrir þig og mig í dag, að þú munt aldrei smakka dauðan. Ertu að hlusta á mig? Þú þarft ekki að óttast að það slökkni á líkmanninum á jörð þegar þar að kemur. Þú munt aldrei, þú, innri maðurinn þinn, þú í andanum, Siggi, Bjarni, Gunna, Sigga, þið munu aldrei upplifa og smakka dauðan. Hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúirðu þessu, spyr hann svo. Hún sagði, já, ég trúi því að þú sér Kristus og Guðs sem koma skal í heiminn. Hann svo mælti fór hún og sótti Maríu. Meistarinn hér og vill finna þig. Þetta fræg setning sem margir predika út frá. Meistarinn hér og vill finna þig. Þetta notum við í trúboðsangkonum. Meistarinn hér og vill finna þig. Og það alveg rétt. Hann vill gera það. Þegar María heyrði þetta reis hún skjótt á fætur og fór til hans. En Jesús var ekki enn kominn. Hún fersast út úr þorpinu á mótunum. Gyðingarnir sem voru heima héldu hún var að fara út í skyndi og fóru eftir henni þegar héldu að maður að fara til grafarinnar að gráta. Og María segir nákvæmlega það sama og Marta. Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. Og þegar Jesús sá hann að gráta og gyðingarna að gráta sem með henni komu, komst hann við í anda sínum, var hrærður og sagði, hvar er hann? Hvar hafið þið lagt hann? Þeir sögðu, kom þú og sjá. Þá kemur þessi fræga setning. Bara 3 orð í Biblíunni. Þá grét Jesús. Þá grét Jesús. Svo mikið elskaði hann Lazarus að þó hann vissi að hann var að reisa frá dauðum, þá var hann samt grátandi yfir hann skildi hafa. Svo mikið þóttur hann vænt hann. Þannig ég segi við þig, aldrei efast það þó að þú sért að bíða eftir einhverju bænasvari, að það hafi eitthvað með það að gera að Jesús elski þig ekki. Það hefur ekkert með það að gera. Hann létu bíða þeirra vegna, svo þau sæju dýrð Guðs í enn meira mætti heldur en að reisa Lazarus af sjúkrabyðinu, þá var hann reistur úr gröfinni eftir 4 daga. Dýrðin var mun meiri, kraftaverki mun stærra, einhvað sem þau öll fengu að sjá upplögu og höfðu ekki gert áður. Biðin eftir því að fá svari frá Jesú oft vegna þess að hann að undirbúa eitthvað ennþá betra. Ennþá stærra. Á meðan þá liggur þér ekkert á. Á meðan þá tekur þessu bara rólega, nær frið í hjarta, nær hvíld og treystir sig Drottinn. Ég veit ekkert af hverju ég að bíða, en ég treysti þér. Og þá kemur spurningin. Munið eftir hvað Páll sagði?
Ég hripaði henni á Rómarbrífið 8:28. Við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs. Þetta er loforð sem þið getið haldið í. Að þó þú sért í þessari stöðu að fá ekki bænasvarið eins og þú hélst þú myndir fá það og varst að treysta fyrir, þá getur þú samt vita það að Guð mun samverka allt til góðs fyrir þig. Af því hann er ekki hættur að elska þig þó að kom ekki bænasvar. Það er mikilvægt að treysta og hvíla. Ef við gerum það ekki, þú veist hvað það gerir. Það veldur bara streitu, óþolinmæði, vantrúin kemur inn, vanlíðanin kemur inn, óþolinmæðin eins og ég segi sem veldur ennþá meiri streitu hjá þér. Og streita er vond fyrir alla menn. Sama hvort þú átt trú eða ekki. Þú þarft að losna með streituna. En hvað gerum við? Ég ætla að klára stutt með þessu. Hvað gerum við svo þegar engin bænasvör koma? Við lifum í svona óánægju ástandi í heiminum. Þetta er hvað ég meina. Við erum óánægð með þríeykið vegna þeir gerði ekki eitthvað sem við heldum við átt að gera. Við erum óánægð með ríkisstjórnina því þeir tóku svona ákvörðun. Við erum óánægð með forstöðumanninn vegna sem hún gerði eitthvað sem hann átti ekki að gera. Við erum óánægð með læknaþjónustuna. Þetta eru meira rugleysi læknaþjónustu á Íslandi. Við erum óánægð með maka okkar, kærastan. Hann bara getur ekki gert neitt eins og ég bið hann. Ég bara áttaði mig ekkert á því að það var hlutur kærastans að gera nákvæmlega svo, en það er svona mál. En þú veist, við erum óánægð með allt, börnin okkar. Við lifum í svona óánægju ástandi stöðulega. Þetta er mjög algengt, ekki þið. Það er fullt af Íslendingum sem lifa í svona óánægju ástandi. Fullt af þeim. Húsið ykkur eru lítið. Ég þarf að fá stærra hús. Þarf að fá nýrra sjónvarp. Býtum allar að segja mér að 50 tómunda séur virkilega ekki nóg. Nei, það var bara svolítið veimiltítulegt á vefnum. Ok, þú veist bara að þetja vegginn þá þessu. Já, ég veit það. Sumir eru í tækninum, sko. En sjáu hvað er að meina. Þetta er svo algengt hjá okkur. Og hvað eigum að gera í svona þetta er svona erfðarleysi. Og þetta hefur áhrif inn í líf hins trúaða líka. Og það er á þessum augnablikum sem við förum að biðja bænir sem hefur ekkert með lofur Guðs að gera, ekki neitt, bara ekkert. Þú veist, ég verði að fá stærra sjónvarp. Og það, í 3. Mósebók stendur það. Sigga verður að fá stærra sjónvarp og fær það. Nei, það er ekkert þetta í lofurum Guðs, ekki neitt. Og það er ekki einu sinni þannig að þú getur haldið það á sér bara bíða. Svo þú er ekkert garantí fyrir það gerist yfirleitt. Já, en ég verð. I need. Já, ég veit þetta. Hversu mörg okkar er einmitt að reyna að fylla tómarúmið á þennan hátt. Og taktu eftir. Ég er ekki að segja að sé rangt að eiga dót. Ég er ekki að segja að peningar séu vondir. Ég er að segja, eins og Biblían segir, fégræðgin, öfundin, þetta að fá aldrei nóg til þess að fá frið, það er ekki í lagi. Sýnir hvað er að fara? Það er ekki í lagi. Og eini staðurinn sem við getum fundið þessa sönnu uppfyllingu í lífinu og fullnægju í lífinu er með því að finna tilganginn með lífinu og plugga inn í hann. Hver er samfæring þín til dæmis lífið? Hver er samfæring þín hvernig er best að lifa, hvernig þú átt að lifa? Samfæring það hvað þú getur beðið og átt að beða Guð og hvað, veistu hvað mikið friður í að þurfa ekki? Veistu hvað það er mikið friður sem kemur í lífið að þurfa ekki?
Ég þarf ekki að segja öllum á Facebook hvað mér finnst eitthvað. Ég hef akkurat 0 þörf fyrir það. Ef ég seti eitthvað á Facebook, þá það vel ígrunduðu máli og eitthvað góðu brandari. Nei, það eitthvað bara svona. Ég hef enga þörf fyrir þetta. Og ef einhver segir eitthvað sem ég algjörlega ósammála honum með henni ég hef enga þörf fyrir að svara því. Bara ekki nokkura. Ég hreinlega bara myndi aldrei nenna í það rökræður sem hefur sér stað á Facebook. Já, en þú verður að hafa ykkur ég hef fullt af skoðunum. Ég frelsaðist þegar komst að því ég þarf ekki að hafa rétt fyrir mér heldur. Það bara allt í lagi að hafa rangt fyrir sér. Fyrirgefðu, ég held þetta að vera, já, ok, ég bara, ég er búin að skipta skoðun. Nei, þetta svona. Og svo rífumst við og þjörgum og fyllum okkur að streitu og förum að biðja Guð allt að drottinn minn, ég biðja bara að taka hennar óvinn minn niður í Jesú nafni. Við komum langt út fyrir þau mörk að vera innan loforða Guðs. Veist. Og þú kannski búin að safna, kannski ekki alveg svona yktum hlutum eins og við erum að nefna núna, en þó nokkuð slatta mörgum svona hlutum sem þú hefur verið að biðja Guð í gegnum tíðina og þú skýrir ekki því á hverju svari kemur ekki. Páll Póstuli sagði, taktu háttaskiptum endurnýjungu hugarfarsins. Svo þú fá að reyna hver sé vilji Guðs, hið góða, hið fagra, hið fullkomna. Allt sem að þvælast fyrir þér, sem að eltast við í lífinu, umfram þetta, mun bara halda áfram að þvælast fyrir þér. Þangað til þú kveikir einn dag og segir, wow, hvað er búin að vera sullum bullast í þessu? Þetta ekkert vit í þessu. Þú veist, ég ekkert að fá hérna neitt svar við þessu hvað sem er. Ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna og klára með þessu. Í Orðskviðnum 14:30, það Salómon konungur. Hann segir, rósamt hjarta er líf líkamanns, en ástríða er eitur í beinum. Ok, það má misskilja þetta og segja, hvað meina, ekki gott að hafa ástríðu? Ok, þarna velja þýðendur íslensku biblíunar að nota orðið ástríða. En þegar við skoðum þetta orð sem þarna er þýtt, þá er yfirleitt þýtt öfund. Það er þýtt þarna í 9. Þú er þarna baka. Öfund. Vegna þess að þetta orð ástríða er ekki bara svona, hann er fullur ástríða. Nei, þetta er stjórnlaus, tilfinningasöm ástríða. Það sem þú ekki stjórn á lífið þínu. Þetta gæti þýst svona, kyrrlát, friðsælt og rósamt hjarta er líf og heilsa fyrir allan líkamann, en stjórnlausar tilfinningar og stöðu þrá og öfund er eins og rotnun fyrir beinin. Pældi því. Hversu mikilvægt er ekki að hafa ró og frið. Oft er það þannig að það sem við þráum mest af þessum, ég kalla þetta auka hlutir, dótinu, kemur oft af öfund. Vá. Hann kemur bara nýjan Land Rover. Ég er á gömlum Opel. Veistu það geggjað að keyra nýjan Land Rover. En hvað með það þó ég ekki? Hverju breytir það? Ef þú átt, eins og eitt sagði, góðu vinur minn sagði, ef þú átt milljónir til að kaupa þér nýjan Mercedes-Benz, þá skaltu endilega gera það. Vertu bara viss um það að ég er alveg margar milljónir til að laga þeim bílar. Mér fannst þessi góður. En
Sjáu hvað að fara. Það ekkert rangt við neitt af þessu fyrir þetta á þig. Þá eitthvað að. Og þá missur friðinn, þá missur róna og þá verður þetta eins og eitur í beinum þínum og þú átt enga ró. Það við heyrt alveg að ég ekki ró í sínum beinum. Og nú ætla ég að enda þessar litlu pælingar með því að leyfa aðstofamanni mínum að segja nokkur orð. Hann á þessa setningu meðal annars, hlustið á þessa. Hann enskumælandi frá Ameríku. Hann sagði á enskunni, happiness isn't getting what you want. It is wanting what you have. Með öðrum orðum, hamingjan ekki fólgin í því að eignast það sem þú vilt. Hún fólgin í því að vilja það sem þú átt. Því þegar þú skoðar þá áttu fullt. Þú átt allt sem þú þarft, faktist. Ef það eitthvað sem þið skortir umverulega að lífsins nauðsynum takt eftir, þá það annað handlegur, því þá koma loforðum Guðs. Gefur sér dag og daglegt brauð og allt það. Hann mun sjá fyrir. En við erum að tala hitt. Það góður söngvari, country söngvari. Hann aðstofamaður minn í kvöld, eða dag. Hann heitir Garth Brooks. Kannist kannski við hann, einn af fremstu country söngvurum Bandaríkjanna. Ég ætla að biðja ykkur að skoða textan vel. Þetta reyndar gullfallegt countrylag. Ef þið fílið ekki country, þá bara lesið textan. En ég ætla að þýða aðeins byrjun áður svo þið vitið hvað þetta snýst, þið sem kannski ekki alveg inn í enskunni. Ég þakka Guði fyrir ósvaraðar bænir. Bara það að hann svari ekki alltaf bænum þínum þýðir ekki að honum sé sama þig. Sumar af bestu gjöfum Guðs eru ósvaraðar bænir. Sumt að þið besta sem þú fengið frá Guði var þegar hann sagði ekkert í bæninni þinni. Þetta alveg nýtt svona sjónarhorn. Ok, þetta var sennilega best fyrir mig. Leifum Garth Brooks að tala. Tilbúin. Góðan styrk á countryið og sjáu textan vel. Just the other night at a hometown football game, my wife and I ran into my old high school flame. And as I introduced them, the past came back to me, and I couldn't help but think of the way things used to be. She was the one that I'd wanted for all times, and each night I'd spend praying that God would make her mine. And if He'd only grant me this wish I wished back then, I'd never ask for anything again. Sometimes I thank God for unanswered prayers. Remember when you're talking to the man upstairs, and just because he doesn't answer doesn't mean he don't care. 'Cause some of God's greatest gifts are unanswered prayer. She wasn't quite the angel that I remembered in my dreams, and I could tell the time changed me. In her eyes too it seemed. We tried to talk about the old days, there wasn't much we could recall. I guess the Lord knows what He's doing after all. And as she walked away, well, I looked at my wife, and then and there I thanked the good Lord for the gifts in my life.
Sometimes I thank God for unanswered prayers. Remember when you're talking to the man upstairs, and just because he may not answer doesn't mean he don't care. Some of God's greatest gifts are unanswered. Some of God's greatest gifts are all too often unanswered. Some of God's greatest gifts are unanswered prayers. Það ekki á hverjum degi sem ég fæ Garth Brooks til að hjálpa mér í predikunni, en hann góður. Ef ekki að ljúka þessari stund, hvernig það? Ef ekki að rísa á fætur og bara þakka Guði. Enn og aftur, við getum ekki boðið fram til fyrirbæna og það má ekki ennþá snertast eða neitt slíkt. En mér langar að spyrja, er eitthvað sem er með bænarefni? Ég sé nokkrar hendur á lofti. Ég held að við séum öll með bænarefni, það ekki. Það er eitthvað í lífum okkar allra sem við viljum að Guð snerti. Þannig að mér langar bara til að biðja þess inn í það og bara ljúka þessari stund. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig. Með öll okkar bænarefni, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir öll bænarefnin sem ég beðið og þú hefur ekki svarað, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir það að þú veist betur en ég. Ég líka þakka þér fyrir öll bænarefnin sem þú hefur svarað, þar sem þú hefur mætt, Drottinn. Og ég beði, Drottinn, fyrir einum og sérhverjum. Kannski erum við á þeirri vegferð að við þurfum bara stopp. Við þurfum bara, Drottinn minn, að leggja niður okkar plön. Það getur nú verið bara erfitt að læra að leggja niður sitt eigið plan og treysta þér. En gefðu okkur náð til þess að gera einmitt það. Hætt að vera í einhverju stríði í lífinu heldur að treysta þér, Drottinn, leggja allt við fætur þínar. Svo eru sumir sem að glíma bara við krankleiki í líkamánum og alvarleg veikindi. Ég veit að þú ert líka læknirinn okkar. Ég veit að það sem að þú segir og það sem að þú gerð, það er fullkomið. Og Drottinn, ég bið að lækna þá sem þurfa lækningar við. Shakarabahaya. Og Drottinn, ég bið fyrir þeim sem að þurfa, Drottinn minn, bara þitt ráð. Veit ekki í hvort fótinn þeir að stíga, hvert eiga að fara. Vilt þú gefa þeim náð til þess að velja rétt. Drottinn, í dag þá viljum við velja rétt og við veljum þig. Og Drottinn, umfram allt að þá lyft upp þínu nafni og ég þakka þér fyrir allt það góða sem að þú hefur gert. Allt það sem að hefur, Drottinn, gengið á í lífum okkar, hvort sem að það eru erfiðleikar eða sólskín eða gleði eða rigning eða hvað sem er, Drottinn, við þökkum fyrir þetta allt saman. Það hefur komið okkur á þennan stað sem að við erum í dag fram fyrir þér. Og Drottinn, ég bið að blessa kirkju þína og ég bið að blessa okkur þegar við göngum hér út, Drottinn, full af von og styrk og mættu við, Drottinn minn, vera ljós inn í líf annara. Hjálpa fólki á göngunum með þér, Drottinn. Og við biðjum í Jesú nafn og allir liðurinn sagði amen og amen. Drottinn bless ykkur og varveit ykkur og gef ykkur yndislega viku í Jesú nafni. Nú er samkoman á enda. Við þökkum fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.